Atvinnupúlsinn unnin í samvinnu við eftirfarandi aðila: Brimrún EHF, DNG Akureyri, Kælismiðjan Frost EHF, HB Grandi HF, Loðnuvinnslan Fáskrúðsfirði, Marel á Íslandi, Orkusalan, Páena, Samherji HF, Slippurinn EHF, Valka EHF, Vélfag EHF Ólafsfirði, Vinnslustöðin Vestmannaeyjum. Í þessum fjórða þætti atvinnupúlsins, þar sem kastljósunum sérstaklega beint að hátækni, verður fjallað rafmagnsnotkun, en kaupendur sjávarafurða vilja oft á tíðum fá staðfestingu á því að orkugjafinn sem notaður við framleiðsluna sé vistvænn. Íslenskur hugbúnaður sem fylgist nákvæmlega með raforkunotkuninni nú notaður víða erlendis. Íslensk fyrirtæki verða að venju áberandi á sjávarútvegssýningunni í Brussel. Þar verður hátækni búnaður í öndvegi. Segja má að sjávarútvegssýningin í Brussel sé stóra sviðið og þess vegna sýningin afar mikilvæg. Við heimsækjum íslenska sjávarklassan þar sem frumkvöðlar hafa aðstöðu. Rætt verður við frumkvöðul sem rétt við það að setja á markaðinn tækni sem hann hefur unnið að og þróað í langan tíma og sett allt sitt undir. Við byrjum á sjávarútvegssýningunni í Brussel sem haldin verður í lok apríl. Íslandsstofa aðstoðar íslensk fyrirtæki við að undirbúa þáttöku í þessari stærstu sjávarútvegssýningu heims. Já, það má segja það að við stöndum framalega og við erum bara með þeim fremstu í heiminum, myndi ég segja á þessu sviði. Og hvers vegna það? Já, við bara erum að gera góða hluti við erum að gera góða hluti og það sem að virka. Við erum lítil þjóð og stöndum þétt saman og styðjum hvort annað og ég held að það svona hafi svolítið að segja, við erum svo nálagt sjávarútveginum, við erum með sjóan allt í kringum okkur og þannig að þetta svona virkar hjá okkur. En þessi fyrirtæki sem eru að framleiða hátækni búnað til dæmis, samkeppni á milli þeirra? Já, það alveg samkeppni á milli þeirra. Þetta eru kannski ekki gríðarlega mörg fyrirtæki en það samkeppni á milli þeirra, suma hverra allavega, en svo þau einnig að vinna saman sem bara mjög mikilvægt að geta unnið saman einnig. Hversu mikilvæg sjávarútvegssýningin í Brussel? Sem sagt hún stóra sviðið? Hún stærsta sviðið. Þessi sýning stærst í heiminum og hún hún mjög international. Fólk að koma alls staðar að úr heiminum. Það koma 30.000 gestir á þessa sýningu. Þannig að þetta langstærsta sviðið og þarna vilja allir vera. Leggja framleiðslu fyrirtæki og sölu fyrirtæki og svo framvegis, leggja þau mikið upp úr sýningarbásum og að þessi sýning hún skili sínu? Já, þau leggja gríðarlega mikið upp úr þessari sýningu. Fyrirtæki í dag, þau eru farin að undirbúa sig mjög vel, virkilega vel fyrir þessa sýningu. Á öllum sviðum sem bara mjög mikilvægt því að það mikið lagt í þetta, mikil kostnaður og það bara mjög mikilvægt að undirbúa sig vel. Eru mikil viðskipti sem að fara þarna fram eða koma þau síðar? Viðskiptin, það fara náttúrulega fram mikil viðskipti þarna en ég held að fara líka fram síðar. Þau fara ekki alltaf fram þarna á sýningunum en málið að það að hittast og tala saman og svona, það svolítið málið en þetta fara líka viðskipti fram á sýningunum en það gerist líka.
Þetta húsnæði íslenska sjávarklassans sem drifkraftur hugmynda og hefur það hlutverk að stuðla að öflugu samstarfi fyrirtækja og frumkvöðla í sjávarútvegi og haftengdri starfsemi. Með sterkari tengingum og samvinnu opnast ný tækifæri til nýsköpunar og atvinnusóknar til framtíðar. Alls rúmlega 60 fyrirtæki í húsi sjávarklassans, allt frá nýstofnuðum sprotum yfir í útibú rótgróinna fyrirtækja. Stefán Jóns, frumkvöðull, með aðsetur í húsi sjávarklassans og hann með nýja tæknilausn. Við erum að hanna nýja skinnjaratækni og hún byggð á prentuðum raftækjum. Þessi prentuðu raftæki eru svokölluð thin film technology og eitthvað sem ég fekk mikinn áhuga á hérna fyrir nokkrum árum síðan og búinn að vera að vinna vel í með öðru fyrirtæki sem leiðandi í þessari tækni. Hugmyndafræðin með þessu að þetta nægilega ódýrt til þess að geta innleitt inn í sjávarútveginn en á sama tíma með nægilega styrkleika til þess að geta stunda samskipti með radíóbylgjum og þá í rauninni búið til nýja sjálfvirkni og ný gögn frá sjávarafurðum og í rauninni þetta sett á kassa og pallettur frá pökkunarferli og svo fylgjum við eftir þá vöktun og söfnun upplýsinga frá því að varan framleidd og þangað til þetta komið til neytenda. Það sem sagt skynjaratæknin sem kjarninn í þessari nýjung sem senn lítur dagsins ljós. Við erum líka að nýta okkur nýja tækni sem kallast blockchain. Blockchain í rauninni kerfi sem drífur Bitcoin fyrir þá sem þekkja það og með því að nota í rauninni auðkennin sem eru í þá skynjaratækninu okkur og blanda þeim saman við kóða í blockchain þá búum við til nýjan sameinaðan kóða sem mun vera þá rekjanleika kóðinn í gegnum keðjuna sem í rauninni nýtt stig í öryggi gagna og í rauninni býr til enn fremur betri trúverðugleika á vöruna. Á hvaða stað eru þið stödd núna? Við erum í dag á Alfa með í rauninni bæði skynjarana og þá gagnaþjónin eða plattformin sem að dreifa og taka á móti gögnum. En við erum núna, við erum að stefna því að við erum að safna fjármunum til þess að geta klárað beta. Okkar tækniþróun fer fram þá á Íslandi og við erum með samstarf við Granda, Marel og Icelandair til þess að í rauninni aðhafa tæknina og fá þau aðeins til að hjálpa okkur með að fínpússa hlutina. Þannig að þetta rétt handan við hornið að verða að veruleika? Já. Við erum núna í vor og í sumar að keyra svolítið vel á markaðinn og láta vita af okkur og þannig að innan fárra vikna þá til dæmis að fara að senda vídeó inn á markaðinn þar sem allt útskýrt og það hefur verið svolítið vandamál fyrir mig að útskýra þetta fyrir fólki. Þetta náttúrulega önnur kynslóð og af tækni en þetta stóra tæki fyrir okkar. Hvaða viðbrögð hafið þið nú þegar fengið þar sem þið hafið kynnt þetta? Þið eru búin að fá fjöldan allan af erlendum viðurkenningum? Jú, við höfum verið í úrslitum í startup-keppnum á alheimsvísu í rauninni. Það í Frakklandi og sér í lagi þá Stanford University núna seinasta ári og sem var bara mikil reynsla fyrir mig. Og við erum ekki keppnina en við vorum í úrslitum og það ákveðin heiður. En að ég starfa hérna á þessu frumkvöðla setri, hversu mikilvægt að hafa öfluga starfsemi á frumkvöðla setri? Það eins og hérna fyrir mig að vera í sjávarklasanum. Ég náttúrulega kem úr sjávarútvegsheiminum. Ég með tæknilausn sem sér sniðin að sjávarútvegi og það bara verið gríðarlegur máttur fyrir mig að vera hérna. Bæði það að ég náttúrulega sponseraður af sjávarklasanum og kostunaraðilum þeirra og svo náttúrulega bara fullt af fólki sem maður hefur hitt í gegnum tíðina sem hafa sett mikið í gagn inn í verkefnið og ráðgjöf og sambönd og annað.
tiltrú á sjálfu sér frumkvöðlum ráðlegt að hafa, þú ert greinilega alveg klára því að þetta kemur til með að ganga vel hjá þér. Ég alveg klár á því og ég svo kannski eini maður sem hefur séð ljósið allan tíman. Þetta sé svona óútskýrlegt af hverju menn gera þetta, en ég sá bara ákveð ljós, fylgdi því, ég vissi ekkert hvað ég að gera. Ég tók bara stóra áhætturinni og fylgdi innsæði og ég fórnaði öllu í þetta, seldi íbúðina og hætti fyrir störfum og seldi fyrirtækið mitt gamla og núna bý ég bara á sófa og vinni og hérna bara að hamast. En það líka bara, þú veist, búið að vera gaman og krefjandi en eins og segja, þetta ekki fyrir hvern sem menn þurfa kannski eiginlega bara að spyrja sig hvar menn velja að vera. Þetta ekki þetta örugga líf en þetta mjög skemmtilegt og enda leikurinn náttúrulega sá að geta leitt fyrirtæki áfram til sigurs og fyrir mig og þá þetta bara mitt svið. Ég mun örugglega seinna meir opna annað starta fyrirtæki, en það er bara ég. Áfram höldum við með atvinnupúlsinn þar sem kastljósinu beint að hátækni í sjávarútvegi. Nokkuð stór liður í bókhaldi sjávarútvegsfyrirtækja orkukostnaður. Margir kaupendur sjávarafurða leggja áherslu á að hreinir orkugjafar séu notaðir við framleiðsluna og vilja að varan sé sérstaklega vottuð að svo sé. Það getur borgað sig að fylgjast vel með rafmagnsnotkuninni. Við kynnum okkur fyrirtæki sem hlerar innan gæsalappa alla rafmagnsnotkun fiskvinnslunar. En höldum fyrst í höfuðstöðvar orkusölunar. Fyrirtækið selur rafmagn meðal annars til fjölmargra sjávarútvegsfyrirtækja. Orkusalan dótturfyrirtæki Rarik. Þeir pæla mikið í orkunýtingu og reyna að fá sér mest út úr rafmagninu sem þeir að nota og þá hafa þeir verið að rýna í sína notkun, hvort þeir séu með mæli tæki til að rýna í notkunina og þá höfum við aðstoðað við að dreifa notkunni þannig að afltoppur verður ekki eins hár. Fyrirtæki sem kaupa rafmagn frá orkusölunni geta fengið græna ljósið sem merki þess að raforkan sé vottuð enda hefur orkusalan kolefnisjafnað allan sinn rekstur og þar með geta sjávarútvegsfyrirtækin sett græna ljósið á sínar afurðir. Þetta mikill akkur fyrir þá. Sérstaklega þeir sem í, eins og segjum, sjávarútvegi í framleiðslu á matvælum. Það eftirspurn erlendis að þeirra framleiðsluferli sé upprunavottað og þá hafa þeir nýtt sér græna ljósið til að sýna fram á að þeir eru með 100% hreina raforku. Áttu vona því að þessi starfsemi ykkar hún aukist á komandi árum? Já, töluvert. Hún hefur stigið mikið bara síðasta árið og fyrirtæki að vera meðvitaðri hvernig raforku þeir að kaupa og þessi græna ljósið mun vera vinsælla. Margar fiskimjölsverksmiðjur nota rafmagn sem orkugjafa í stað svartolíu áður. Orkugjafinn sem sagt innlendur. Já, þetta skemmtileg þróun. Þeir hafa verið að skipta út olíunni og hafa rafvætt sig sem gefur bara þægilegri rekstur og öruggari rekstur. Og þetta umhverfisvænna minnsta kosti? Mun umhverfisvænna heldur en olían. Hvaða breytingar sér þú fram á næstu árum í þessum efnum? Ég sé fram á mikla breytingar. Fyrirtæki eru sífellt meira og meira vera meðvitaðir hvernig uppsetning á rafmagni þeir að fá og græna ljósið mun þess vegna vera mjög vinsælt. Það þannig að þið þurfið að fara til fyrirtækina til að selja eða það fyrirtækin sem að leita til ykkar í auknum mæli? Þetta bara svona beggja bland. Fyrirtækin koma til okkar út af því þeir hafa heyrt af græna ljósinu og vilja fá þessa vottun til að geta sýnt fram á að þeirra ferli sé upprunavottað. Og það eru sem sagt því að þá kunnarnir sem að þrýsta á væntanlega? Já, tvímælalaust.
Höldum þessu næstu til Grindavíkur. Hérna verið að afhenda útgerðarfyrirtækinu Stakkavík viðurkenningu þess efnis að raforkan sem fyrirtækið notar sé vottað. Stakkavík getur því notað græna ljósið sem sönnun þess að orkugjafinn sem fyrirtækið notar sé kolefnisjafnaður og vottaður. Þetta er gríðarlega mikilvægur viðskiptamannahópur fyrir í smásölu á rafmagn. Og orkusalan með tugi eða hundruði jafnvel af vinnslum í Sjávarlandi þar sem að við höfum sinnt og haft ánægju því að fylgjast með hvernig þróunin hefur verið þar á síðustu árum. Hafa orðið mikla breytingar í rafmagnsnotkun hjá sjávarútvegsfyrirtækjum? Já, ég myndi segja það að sko, fyrirtækin hafa sérstaklega kannski við tökum loðnubræðslur. Þá hafa það náttúrulega verið að rafvæðast á undanförnum árum og farið mikið úr því að nota svartolíu í sinni vinnslu og eytt alveg gríðarlegum upphæðum í fjárfestingar tengdar raforku og nota þar af leiðandi vistvænni orku í sinni vinnslu og hafa gert það frábærlega. Kolefnasporin sem að vinnslan skilur eftir sig er mikilvæg og er fyrirtækjunum mikilvæg og geirinn hefur verið gegnum tíðina umhverfisvænn og er síður en svo að minnka þær áherslur. Það verið að gefa í og talsvert mikið. Það sóst eftir því að minnka sitt kolefnaspor og þar eiga fyrirtækin mörg hver frumkvæði af því að gera það og það er til algjörlega fyrirmyndar. Þannig að greinin vill vera græn? Greinin vill vera græn og gefur í ef eitthvað Orkufyrirtækin í landinu eru ekki mörg. Samkeppnin á milli þeirra engu að síður töluverð. Jú, samkeppnin alltaf að aukast og það er skemmtilegt að við séum í Grindavík. Þar Stakkavík sem kannski svolítið svona, við erum með, eins og ég sagði áðan, tugi eða hundruði jafnvel sambærilega vilsna hér á þar á landi. En Stakkavík, ekki stærri stað, Stakkavík, Einhamar Seafood sem hérna í hinum enda bæjarins og mitt á milli Þorbjörn. Þetta allt fyrirtæki sem í viðskiptum við orkusölun í dag en voru að versla sitt rafmagn annar staðar áður. Hafliði segir erfitt að spá fyrir framtíðina en hann sér fyrir sér að orkunotkunin aukist á næstu árum. Já, miðað við hvernig þróunin hefur verið og miðað við hvað þessar vinnslur og þessi geiri móttækilegur fyrir í raun og veru tækni nýjungum. Að þá myndi ég sjá notkunina aukast ennþá frekar. Ekki bara í rafvæðingu stórnotendar, heldur í minni vinnslum allstaðar. Að það hvati hjá geiranum að leita í orkugjafan rafmagn. Og tækninýjungar í vinnslu kalla eftir auknu rafmagni og sem betur fer þá hægt að útvega það. En hvað heyrist þér svona þegar þú ert að spjalla við þá sem að stýra fiskvinnslu fyrirtækjunum ákall líka sem sagt frá kaupendum þá sjávarafurða að það sem sagt sé notuð orka sem að uppfyllir þeirrar væntingar? Já, það má segja það að sé ákall þaðan. En aftur á móti þá reynslan hjá þeim sem að sinna til dæmis sölumálum fyrir sjávarútveginn á Íslandi það gríðarleg og viðskiptatengslin það góð að ég held að við séum mjög framalega að bera á borð það sem að óskað eftir vera ekki eftirbátar í að þurfa að útvega eitthvað heldur hreinlega að vera sá sem að býður það besta
og þar að leiðandi það sem framleitt með sem flottustum hætti. Og þar á meðal grænni raforku? Þar á meðal grænni raforku. Já, raforkunotkunin kemur til með að aukast í framtíðinu og fyrirtækið munu leggja aukna áherslu á að orkugjafinn sé vottaður. Eins og fyrr segir raforkunotkun nokkuð stór liður í bókhaldi fyrirtækja. Fyrirtækið Páena sérhæfir sig í slíkum málum og með eins konar hlerunarbúnað innan gæsalappa sem vaktar alla notkun, meðal annars hérna í Stakkavík. Tæki Páena íslensk og hefur verið markaðsett erlendis. Þetta já, hlerunarbúnaður, að við erum að sýrita rafmagnsnotkun á þeim tækjum og því svæðum og stofnunum sjálfum í fyrirtækjum til þess að fá betri mynd af rafmagnsnotkunni, bæði til þess að spara í útiloka sóun, þessi minnka sóun og svo að vakta þessa áhættuþætti eins og bara mótor og annað að straumnotkun eykst eða dettur út, að þá getur kerfið látið vita. Rafmagnssóun getur væntanlega kostað umtalsverða fjármuni, dæmi? Já, rafmagnssóun nefnilega býsna drjúg. Ég get gefið dæmi bara loftpressa í fyrirtæki eins og í útgerðar fyrirtækjum. Loftpressa sem lekur, við getum séð það með því bara að sjá straumnotkunina og það getur verið rafmagn til bara 3-4 húsa í mánuði að ein loftpressa leki í svona fyrirtæki. En sjávarútvegsfyrirtæki fá væntanlega ekki græna ljósið nema að rafmagn sé í lagi. Já, og það er nú kjarninn af okkar samstarfi við Orkusöluna að við erum að tala fyrir því að vera orkuábyrg, og til þess að vera orkuábyrg á Íslandi þá þurfum við að hugsa íslenska orku, og þeir eru eina fyrirtæki í dag sem bjóða upp á hreina orku og græna ljósið, og það skiptir máli fyrir okkur að geta að vera samkvæm með okkur sjálfum í því að vakta rafmagn, fyrirbyggja sóun og nota íslenskt rafmagn. En að vakta alla notkunna, hvað getur það til dæmis þýtt upp á betri nýtingu vélana, endingu og svo framvegis? Það hefur gríðarlega áhrif á endingu véla og nýtni líka sjálfsögðu. Við til dæmis mælum aflstöðulinn í tækjum. Þannig leið og aflstöðullinn farin að breytast og lækka, að þá þýðir að auki álag og breytingar í tækinu, og það getur fengið að sjá og vakta sérstaklega. Og þetta hefur náttúrulega gríðarlega áhrif á kostnaðinn á ársvísu, að ef tæki að haga sér illa og þá skilar það sér í gríðarlegri sóun í rafmagni yfir árið. Og útrásinn hafin varðandi hlerunarbúnaðinn. Þetta komið víða í Evrópu og stefnir á Ameríku og það hefur gengið gríðarlega vel. En á Íslandi náttúrulega kannski erfiðari markaður vegna þess að orkan hagstæðari, hún ódýrari, en þú sparar ekki rafmagn með því að fá betra rafmagnsverð, þú sparar rafmagn með því að minnka notkun. Hvað það sem einkennir þennan tækjabúnað og sker hann frá öðrum sambærilegum? Það notenda viðmótið, það einfaldleikinn, það að með mælibúnaðurinn sjálfur, uppsetningin á honum og gögnin, hvernig þau eru framsett. Það kannski stuttu máli bara að við mælum meira með færri mælum, og það auðveldar að komast í mælingarnar, fá boðin og greina. Það til dæmis bara með kerfinu okkar að þá, ef þú vilt vita hvað í gangi á nóttinni, þá bara einfaldlega dregur yfir nóttina og þú sér hvað tæki í gangi, og þar ertu rosa fljótur að sjá, það er rosalega fljótlegt að sjá að ef einhver notkun, loftþrýstikerfi eða loftpressur farnar í gangu meðan nótt sem eigi ekki að vinna, þá getur kerfið séð og sýnt þetta, og líka í kostnaðarlegu samhengi. Og hlerunarbúnaðurinn, hann bara fyrir aftan okkur í rafmagnstöflunni? Hann þetta eina töflan sem við erum að mæla, og hann fyrir aftan og að vakta velvalin öryggi sem skipta þessu fyrirtæki máli, Stakkavík. Finnur þú fyrir vakningu hjá fyrirtækjum á þessu sviði? Já, við höfum nú fengið í gegnum tíðina ágætis umfjöllun, en það samt þegar tæknimál ræða, þá tengir fólk stundum ekki. En þegar við kynnum þetta fyrir fyrirtækjum, þá rosa mikil vakning, já, þetta hægt? Já, þetta mun gagnast mér. Og
Og það er svona fyrsta skrefi, það er að sjá að þetta sé hægt og svo númer 2, það er að það sem við gerum, fáina, að við fyrir svo að metum það, skoðum rafmagnsstofnunina, skoðum reksturinn og gefum þeir hugmynd hvaða lausn þú þarft, hvað hún kostar og hvað þú getur fengið tilbaka. Hilmir segir að sjávarútvegsfyrirtæki hugsi á margan hátt grænt. Það myndi ég segja að þetta er rótgróinn iðnaður og framsækinn og markaðsdrifinn iðnaður sem að gera sig vel grein fyrir því að nýtni rafmagns og orku skiptir máli, bæði fyrir rekstur og umhverfi. Í næsta atvinnupúlsi beinum við áfram kastljósinu að sjávarútvegi og hátækni í greininni.